Steinþór. Já, ég heiti Steinþór Steingrímsson eins og hún sagði og ætla að kynna þessa skýrslu sem við gerðum með þessa áætlun og svona eitthvað tengt henni. Hún var unnið fyrir menntamálaráðuneytið áætlunin í fyrra. Með mér í vinnunni voru Jón Guðnason, lektor við Háskólann í Reykjavík og Anna Björk Nikulásdóttir sem rannsóknarmaður við Háskólann í Reykjavík og hún talar hérna á eftir mér. Skýrslan kom út síðasta vor og heitir Máltækni fyrir íslensku 2018 til 2022, verkáætlun. Ríkisstjórnin sem tók við núna fyrir skömmu, hún hefur ákveðið að fylgja skýrslunni eftir og máltækniáætlunin komin á fjárlög á að hefjast á þessu ári. Markmiðið með áætlunin að íslenska verði gjaldgeng í tölvuheiminum, að hægt sé að nota íslensku í samskiptum við tölvur og að tölvur geti auðveldað okkur að nota íslensku í samskiptum við aðra, til dæmis með aðstoð þýðingavéla eða búnaðar sem auðveldar fólki með fatlanir eða skerðingar að tjá sig og svo auðvitað til að auka aðgengi okkar að hvers kyns texta eða töluðu efni eða tækjum sem eru á öðrum tungumálum eins og chatbotum eða þess háttar. Og það hægt að gera auka aðgengi okkar að efni til dæmis með talgerðlum sem breyta texta í tal eða leitarvélum sem geta unnið úr upplýsingum á mörgum tungumálum en skila því á tungumáli notandans. Það til mikils unnið fyrir lítil málsamfélög eins og okkar að geta nýtt svona tækni. Hún ekki aðeins tungumálinu til framdráttar, þetta getur nú skipt hreinlega sköpum það hvernig málsamfélaginu reiðir af í framtíðinni. En hvað máltækni? Áður en lengri haldið þá kannski rétt að setja fram einhvers konar skilgreining á því. Máltækni snýst að gera tölvum kleift að vinna með og skilja mannlegt mál. Þá máltækni tól eða verkfæri eru þá eðli málsins samkvæmt verkfæri sem geta gert þetta, unnið með eða skilið mannlegt mál. Og hvað það sem flestum dettur líklega í hug þegar talað máltækni? Líklega þýðingarvélar eins og Google Translate, talgreinar, talgerðlar og leiðréttingarhugbúnaður. Þýðingarvélar þekkja flestir, þær geta þýtt texta sjálfvirkt úr einu tungumáli í annað. Talgreining hugbúnaður sem getur breytt töluðu máli í texta og talgerðlar virka svo í hinn áttina, þýða texta yfir í talað mál. Og við þekkjum talgreina og talgerðla til dæmis úr tækjum sem hefur verið talað hérna fyrir í dag, til dæmis Siri og öðrum þess háttar. Siri virkar þannig að notandi spyr hana að einhverju, talið greint með talgerðli, svo gerast einhverjir galdrar og Siri svarar með tali eins og venjulegt fólk talar og það talgerðvill. Aðrir gerviþjónar eins og Google Assistant sem Guðmundur Hafsteinsson talaði í Eldborgarsalnum áðan og Amazon Alexa þau virka með sambærilegum hætti. Leiðréttingaforrit þekkjum við flest, til dæmis Pukan, fer yfir texta sem við skrifum og lagar hann og svo þessi óþolandi virkni náttúrulega í Word, þar sem strikað undir með rauð undir allt sem við skrifum ef við skilgreinum tungumálið ekki rétt eða forritið ákveður að þetta einhverju öðru tungumáli heldur en við sögðum það væri á. Og svo má nefna fleiri dæmi, viðhorfsgreining sem sentiment analysis á ensku. Það til dæmis notað til að greina hvort fullyrðingar vörur eða fyrirtæki eða fólk eru jákvæðar eða neikvæðar og kannski muni einhverjir hérna eftir sprotafyrirtæki íslensku sem hét Klara sem var nokkuð umtalað fyrir nokkrum árum. Þar var starfsemin gekk þar út á viðhorfsgreiningu og þetta fyrirtæki var selt til stærra hugbúnaðarfyrirtækis í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum fyrir einhverjar skriljónir, hellingapenningum. Önnur dæmi, spurningasvörunarkerfi, þau þurfa að geta skilið kjarnan í spurningum sem við spyrjum kerfið að og þá þurfa þau að geta að fundið svörin, annaðhvort í einhvers konar þekkingargagnagrunnum eða í bara hráum gögnum eða texta. Og ef þau leita í texta þá kallar það á greiningu sem krefst þess að tölvan geti skilið textan eða uppbygging hans. Og Anna Björk, hún ætlar að tala meira viðhorfsgreiningu og spurningasvörunarkerfi á eftir. Við fáum að vita meira það þá. Svona verkfæri geta verið mjög gagnleg, en það erfitt að smíða þau. Og hvers vegna það erfitt? Hæfileikinn til að skilja og tala tungumál okkur eiginlegur, hann okkur meðfæddur. En tölvur allt öðruvísi, við erum ekki tölvur.
og þær vinna með allt öðrum hætti. Þær eiga auðvelt með að framkvæma flókna útreikninga, vinna með mikið magn af gögnum, en því óskýrari sem reglurnar verða, því opnari sem kerfin verða, því fjölbreytilegri sem möguleg svör geta orðið, því erfiðara verður fyrir tölvurnar að skila einmitt því sem við ætlumst til að þeir skila einhverju vitrænu. Og það vandamálið þegar við vinnum með tungumál, vegna þess að tungumál eru lifandi og síbreytileg. Það verða til ný orð á hverjum degi. Þau geta haft margs konar merkingu eftir samhengi. Svo breytist merkingin hugsanlega. Möguleikarnir á að mynda, setningar, tengja saman hugtök og hugmyndir eru óendanlegir. Og svo kannski það sem verra, þá geta reglur tungumálsins breyst að einhverju leyti. Þannig að þetta ekki alveg einfalt að fá tölvur til þess að vinna með tungumál, svo það gagnist fólki vel. Mismunandi aðferðir hafa verið reyndar í gegnum tíðina, en undanfarin ár hafa þær aðferðir sem reynast best byggt á miklu magni af gögnum. Alls kyns tungumálagögnum safnað, það unnið úr þeim, búin til gagnasöfn sem á formi sem auðvelt fyrir tölvuna að vinna úr, og það það sem við köllum innviði í máltækni, sem hérna á næstu glæru. Flestir þekkja væntanlega orðið innviðir, það ekki að útskýra það. Það hefur verið mikið í umræðinni. Svo var það líka í keppni orð ársins, tapaði nefnilega, ef maður rétt. Þegar við tölum innviði fyrir máltækni, hins vegar, þá erum við sem sagt að tala þessi gögn sem tölvurnar þurfa til að geta skilið tungumálið. Þetta getur verið textar á 2 tungumálum, þar sem samsvarandi setningum eða setningabútum hefur verið raðað saman. Hljóðskrár sem hafa verið klipptað niður og talið skráð eða skrifað upp. Orðasöfn sem lýsa málinu með einhverjum hætti, til dæmis merkingu, beygingu eða tíðni, og svo út í það að vera einhvers konar tölfræðileg líkön, einföld eða flókin. Og þessi gagnasöfn eða þessi innviði þarf að byggja upp fyrir hvert tungumál fyrir sig og að nokkru leyti líka verkfærin sem þarf til að búa gagnasöfnin til. Og í þessari máltækni áætlun sem við skilgreindum í skýrslunni, þá gerum við ráð fyrir því að stór hluti vinnunar í áætlunni fari í að byggja upp innviði fyrir það sem við skilgreinum kjarnaverkefni. Það sem sagt 4 kjarnaverkefni skilgreind í skýrslunni. Það eru talgreining, talgerving, vélrænar þýðingar og leiðréttingarhugbúnaður. Markmiðið að í lok áætlunarinnar verði til opnar og generiskar útgáfur af þessum 4 kjarnaverkefnum sem hafa öll gögn og öll stoðtól sem þarf til að þau virki. Þannig verði til dæmis til opin þýðingarvél með öllu sem til þarf, en hins vegar þeir sem vilja fá góðar þýðingar eða góðar vélþýðingar á einhverju sérsviði, þá geta þeir tekið þessa opnu generísku þýðingarvél og laga hana að sínum þörfum. Það geti til dæmis verið að þýða skjátexta eða fylgiseðla með lyfjum, viðskiptafréttir eða hvaðeina. En til þess að þetta virki vel fyrir þessi sérsvið, þá þurfa að aðlaga þýðingarvélina að þessu. Hér ég með töflu og í þessari töflu svona ýmis gagnasöfn og dæmi máltækni búnað. Í neðstu línunni eru nokkrar algengar gerðir gagnasafna sem nýtast í máltækni. Í miðjunni eru stoðtól sem ýmist eru notuð til þess að búa gagnasöfnin til eða gera sem sagt, verkfærinum sjálfum sem í efstu línunni kleift að nýta þessi gögn. Það kannski ekki svo nauðsynlegt að þið sjáu allt sem stendur þarna á glærunni. Þetta er svona dæmi fyrst og fremst, og ég ætla ekki að fara yfir þetta lið fyrir lið. Þetta til þess að sína fyrst og fremst að sína að þarna eru margs konar gögn og tól sömu ættar ef svo má segja, og það sem þarf til að búa þau til skarast. Það þarf samskonar gögn eða svipuð, samskonar eða svipuð stoðtól og samskonar þekkingu. Og hér kannski rétt að nefna það að við erum ekki á algjörum byrjunarreit. Það hefur ýmislegt verið gert fyrir íslensku á undanförnum árum og áratugum. En betur má duga skal. Hér sem sagt sama mynd og síðustu glæru, nema á þessari hef ég dekt þá reiti þar sem íslenskan skammt á veg komin eða rúm fyrir verulegar umbætur. Það sem alveg svart, það einfaldlega ekki til fyrir íslensku eða ekki mjög gagnlegt. Og hér kannski eru ekki allir sammála, en vélþýðingar þær geta verið gagnlegar upp að ákveðnu marki. Það sem ég hef svo ekkert dekt, það þess eðlis að það til í þokkalegu horfi en það má gera betur.
eins og ég segi, það kannski ekki allir alveg sammála þessari flokkun en þetta svona í grófum dráttum myndin. Og með máltækni áætluninni þá viljum við geta fjarlægt alla þessa svörtu og skyggðu bletti af myndinni. Og nú langar mig til að taka dæmi hvað þarf að gera til þess að búa til dæmis talgreini. Tek þessum dæmi sem sagt máltækni verkfæri og kannski áður en lengra haldið þá finnst mér þetta mjög gaman í vinnunni en teiknamætti sögur eru yfirleitt skemmtilegri. Þannig ég gerði tilraun til að búa til eina svoleiðis og þið verður bara að fyrirgefa mér það. Já, hér sem sagt bíll, hann náttúrulega ekki gerður til að greina tal en eins og í talgreini eru nokkur undirstöðu atriði sem þarf að uppfylla til að bíll virki og við skulum svona renna yfir það. Hér sem sagt einhver sem vill keyra bílinn og við skulum ekki valda honum vonbrigðum, heldur raða því í bílinn sem þarf. Það þarf einhvers konar stjórntæki, annars er þetta bara hættulegt, vél til að knýja bílinn áfram, svo þarf náttúrulega bensíntank og bensín í tankinn og þá ætti bílinn að komast á stað, þegar ekki. Hann brunar á stað og kannski rétt að taka fram að vantar svona eitthvað smáttir í viðbót. Ég ekki bifvélavirki, þannig að ég veit ekki hvað það heitir. Og nú ætlum við að breyta þessum bíl í talgervill. Og í staðinn fyrir mannin þá erum við komið með einhverja upptöku af tali. Við viljum vita hvað þetta er og þá byrjum við á því að skipta út stýrinu fyrir hljóðlíkan og hljóðlíkan unnið upp úr hljóðupptökum og segir talgreininum hvernig tiltekið málhljóð lítur út í tilteknu samhengi. Og með því að bera nýjar upptökur eins og þessar þarna saman við líkanið má álykta hvaða hljóð upptakan inniheldur. Til að eitthvað vit sé því sem hljóðlíkanið ályktar, þá þurfum við að vita hvernig íslensk orð eða orð á því tungumáli sem við erum að vinna með eru borin fram. Ef við vitum það ekki, þá getum við varla að vita hvað einhverju tiltekinna ólíkra hljóða táknar, þannig að við skiptum vélinni út fyrir einhvers konar framburðargreiningu. Framburðargreiningin unnin upp úr framburðar orðabók eða það að nota hana til að aðstoða við það og síðan einhver mekanismi sem að gískar á orð sem ekki í orðabókinni. En það hins vegar ekki nóg að greina bara málhljóðin og reyna að varpa þeim yfir einhver orð. Í tali venjulegs fólks renna hljóð saman, sum hljóð falla brott og sumir eru gjarnir á að skjóta inn auka hljóðum í tal sitt, framburður breytilegur á milli manna og svona mætti áfram telja. Þannig að svona líkan, það getur aldrei giskað rétt á öll málhljóð og öll orð. Og þess vegna þá þurfum við líka líkan af orðnotkun í tungumálinu sem hljóðlíkanið getur sent mögulega orðin í, fær tilbaka upplýsingar það hvað líklegast að vera sér að segja og við köllum þetta líkan mállíkan. Og mállíkanið búið til mjög miklu magna texta og það getur gefið líkur á því hvort eitthvað ákveðið orð frekar en annað eigi heima í því samhengi sem við erum að skoða. Þessar líkur eru þá skoðaðar með hljóðlíkaninu til að giska á bestu mögulegu niðurstöðu. Mállíkanið, það búið til eins og sagði úr miklu magna texta. Þessi texti eða þetta safna texta ekki bara hráir textar, heldur hafa þeir verið greindir málfræðilega til þess að hægt sé að búa til flóknari mállíkun og við köllum svona mikið magna textum sem hafa verið greindir málheild. Þannig að við skiptum bensíntanknum út fyrir málheild sem næði svo utan mállíkanið. Mállíkanið búið til út úr því. Og svo eru boðleiðir á milli kerfanna, upplýsingar geta verið sendar fram og tilbaka og þá ætti að vera hægt að fá einhverja skynsamlega niðurstöðu. Nú ætti þetta að vera orðið svona þokkalegt, við erum búin að skipta út því sem er í bílnum fyrir það sem er í talgreini. Tökum hjólinn undan samt og prófum svo að keyra þetta. Og þá kemur ágiskun kerfisins, nú það sagði fréttir, Broddi Broddarsson. Þetta bara mjög algeng íslenska sem að líklega allir hafa heyrt einhvern tímann. Þannig að þetta líklega bara alveg rétt ágiskun. Þannig að hvað var þetta sem við höfðum í þessu kerfi? Það var hljóðlíkan sem var unnið upp úr hljóðupptökunum. Við þurfum framburðar orðabók, eitthvað safn til þess að búa til þess að geta gert framburðargreininguna. Mállíkanið sem unnið upp úr
upp úr málheild, miklu magna textum og til þess að búa þessi líkön til þá þurfum við líka alls konar greiningatól, til dæmis málfræðilegan markara til þess að búa til mállíkanið, einhvers konar hljóðritunartól fyrir hljóðlíkanið og svo framvegis. Þannig að þetta er svona grunnurinn en síðan þurfum við líka stoðtæki. Þetta var talgreinir, nú skulum við taka annað dæmi, hvað þarf til að smíða þýðingavél. Og nú ætla ég ekki að kvelja ykkur með annarri teknómetru, komið nóg þeim. Heldur bara að fara beint í listan. Til þess að búa til þýðingavél þá þurfum við samhliða málheild. Það er sem sagt mikið magn texta á að minnsta kosti 2 tungumálum og þar sem að setningum eða setningabútum hefur raðað saman hlið við hlið. Sú tækni sem virkar best núna fyrir þýðingavélar hefur sýnt sig á svona undanfarandi 2 árum, eru tauganet, þessar þýðingavélar sem byggja á tauganetum. En til að hægt sé að búa til þýðingavél svo vel sé fyrir íslensku þá þarf líklega margar milljónir setninga til þess að þjálfa tauganet. Þetta er misjafnt eftir tungumálum hvað þarf mikið magna textum en það hefur sýnt sig að tungumál eins og íslenska með virkri orðmyndun, það er stöðugt verið að búa til ný samsett orð og miklum beygingum. Slík tungumál þurfa mjög mikið magnagögnum, meira magnagögnum heldur en tungumál sem eru ekki þannig. Og þetta er kannski augljóst, kannski ekki. En við höfum gert ráð fyrir því í þessari undirbúningsvinnu fyrir skýrsluna að það þurfi að taki því varla að gera tilraunir með tauganetslíkön fyrir þýðingavél fyrir íslensku nema við séum með að minnstakosti svona 2 milljónir setningapara til þess að þjálfa vélina. Það er eiginlega lágmark til þess að fá einhverja niðurstöðu sem getur verið gagnleg. Og til að setja þetta í samhengi, 2 milljónir setninga, hvað er það mikið? Steingrímur J. Sigfússon, hann hefur verið á þingi í 35 ár, talar mjög mikið, mest allara sem hafa verið á þingi hingað til. Þetta er líklega svona 5 sinnum meira heldur en það sem hann hefur sagt í öllum sínum þingræðum samanlagt síðustu 35 árin. Og til þess að fá kannski enn annað samhengi, 5 sinnum meira heldur en það sem Steingrímur J. Sigfússon hefur sagt, það er svona 25 sinnum meira heldur en allar Íslendingasögurnar samanlagt. Þannig að þetta er rosalega mikið magn af texta sem þarf að raða þarna saman. Fleira, mállíkan. Mállíkanið þetta er í rauninni samskonar mállíkan og talgreinirinn notar. Þetta er bara líkan af því hvaða orð eru líklega í hvaða samhengi og það hjálpar þýðingavélinni til að búa til eðlilega setningar á málinu sem er verið að þýða á markmálinu. Þannig að þetta sýnir þýðingavélinni hvernig textarnir eiga að líta út. Svo þurfum við, eða getum þurft, orðabækur eða einhvers konar orðalista með þýðingum, sérstaklega ef verið er að afmarka á hvaða sviði textin er. Til dæmis, við viljum ekki fá sérfræðiorð úr flugvirkjun, til dæmis, ef við erum að þýða fylgiseðla fyrir lyf. Þá viljum við kannski frekar fá einhver sérfræðiorð úr orðasöfnum fyrir lækna eða líffræðiorðasöfnum eða líffræðiorðasöfnum. Því að það er náttúrulega misjafnt hvernig þó orð á upphafsmálinu sem verið að þýða úr sé það sama, þá getur það verið þýtt á mismunandi hátt eftir því á hvaða sviði textin er í málinu sem verið að þýða í. Orðanet er svo gagnasafn þar sem hægt er að leita orðum eða orðasamböndum og finna önnur skildrar eða líkarar merkingar. Þetta getur gagnast til dæmis þegar fá eða engin dæmi finnast í þjálfunargögnunum. Þá er þetta að nota orðanetið til þess að auðvelda tölvunni að giska á rétta þýðingu. Það getur fundið þá það sem er leitað, kannski orðanetinu, fundið eitthvað skildara merkingar og það finnst í þjálfunargögnunum. Þannig að það er hægt að nota það til þess að komast allavega nálægt réttri þýðingu. Svo í lokin mállýsingar, það getur verið alls konar söfn, til dæmis eitthvað eins og beygingarlýsing íslensk nútímamáls sem að margir þekkja. Og hún getur verið gagnleg til dæmis í eftirvinnslu á texta. Þýðingavélin skilar einhverju sem er kannski skrítið að einhverju leyti en þú getur verið með hugbúnað eitthvað forrit sem rennir yfir textan og reynir að átta sig á hvort það sé samræmi og nota þá einhver til dæmis lýsing á beygingargögnum eða upplýsingum það hvaða föll sagnir taka með sér eða eitthvað í þeim dúr. Ástæðan fyrir að telja upp þessa hvað þarf fyrir þýðingavélar, hvað þarf fyrir talgreina.
til þess að sýna það að án þessara innviða sem við okkur finnst mikilvægast að byggja upp strax eða sem fyrst og án þessara stoðtölva þá í rauninni ekki hægt að búa þessi verkfæri til svo vel sé, ekki til að þau nái þeim árangri sem við viljum sjá. Og þess vegna sem sagt lögð áhersla á það að þetta sé gert sem allra fyrst. Næst, notenda hugbúnaður. Það kannski það sem skiptir flest venjulegt fólk máli. Hvernig getum við notað þessa tækni í okkar daglega lífi? Alls konar máltækni hugbúnaður notað víða heim. Það getur verið til þess að auðvelda fólki lífið bara í svona einföldu verkum í líf og störf, eins og við sáum til dæmis þeir sem fylgdust með fyrirlestrum hans Guðmundar áðan. Það getur aðstoðað okkur náttúrulega til að laga texta, leiðréttingar hugbúnaður. Tölvustu tungumálakennsla getur auðveldað nám, gefur fleirum tækifæri á að stunda nám og svo hægt að búa til talgerla, til dæmis fyrir fólk sem vegna sjúkdóma eða einhverjar yfirvofandi læknismeðferðar líklegt til að missa málið og þá hægt að smíða talgervil fyrir það fólk með þeirra eigin rödd sem það getur notað eftir að það missir röddina eða málið. Og þetta gert og orðið tiltölulega algengt. Svo til enn sérhæfðir í hjálpartæki. Fólk með sjúkdóm sem heitir ALS. ALS getur tekið frá fólki getuna til þess að hreyfa hendurnar og jafnvel til þess að tala. Það getur notað augnstýrðan hugbúnað sem notar mállíkön, hugbúnaður notar mállíkön og fólk getur stýrt þessum hugbúnaði með augunum til þess að tjá sig sem annars gæti ekki talað, gæti ekki hreyft hendurnar og þarna komið tæki til þess að auðveldaði lífið svo munar. Þó að kannski máltækni geti nýst fólki með svona skerðingar eða fatlanir afar vel og hefur verið notað kannski svolítið mikið í því, sérstaklega talgervlar eru mikið notaðir þannig. Þá liggur áhugi allra ekki endilega þar. Nú hefur verið mikið talað um sjálfvirknivæðingu og með máltækni hægt að sjálfvirknivæða eða auka sjálfvirkni við verk sem hingað til hefur þurft fólk til að vinna. Þannig til dæmis hægt að auka framleiðni og samkeppnishæfni og það kannski þess vegna sem samtök atvinnulífsins hafa sýnt máltækni mikinn áhuga upp á síðkastið. Í fyrra tileinkuðu þau menntadag samtakanna máltækni og það héldu stóran morgunfund og auk þess hafa þau talað mjög fyrir því að áætlun á borði þessa sem nú að fara í gang verði hrundið í framkvæmd því að með því megi lækka þröskuldinn fyrir íslensk fyrirtæki og aðra sem vilja þróa máltæknilausnir á íslensku, máltæknilausnir sem þau þurfa að halda annarkvort innanhús eða fyrir viðskiptavinni. Og dæmi það hvernig máltækni búnaður getur aukið framleiðni. Við getum tekið dæmi stóra þýðingamiðstöð Evrópusambandsins í Luxemburg. Þar starfar eitthvað ógreinna fólki, ég held að sé á 3.000 manns og þær eru lög, reglugerðir, samningar og önnur gögn þýdd á milli allra tungumála Evrópusambandsins. Það eru 24 tungumál og svo líka á norsku og jafnvel stöku sinnum á íslensku. Þetta mikið batteri og þess vegna til mikils unnið ef hægt að auka afköst þýðendana. Rosalegt magn texta sem það að þýða. Og þess vegna rekin þarna deild sem hefur það hlutverk að smíða og reka þýðingavélar. Þýðingavélarnar eru auðvitað misjafnlega gagnlegar eftir tungumálum. Þeim hefur til dæmis ekki tekist að búa til almennilega þýðingavél sem þýðir á eða úr íslensku og það einfaldlega vegna þess að það vantar innviðina, vantar gögnin sem þeim þurfa. Og svo eru þýðingavélarnar líka misjafnlega gagnlegar eftir því hvernig þýðingar að ræða, hvað verið að þýða. En í heildina þá duga þær til þess, samkvæmt upplýsingum frá þessari þýðingamiðstöð, þá dugar það til þess að flýta fyrir þýðingum á fjórðungi allra skjala sem eru þýdd. Og það sem þær duga, það sem þær eru notaðar, þá geta þær aukið framleiðni eða þá auka þær framleiðni svona 20–30%. Og þegar eins mikið magn að ræða og þarna, þá getur þetta náttúrulega verið umtalsvert fé sem sparast. Annað dæmi þýðingavélar. Það var verkefni þar sem þýðingavél var þjálfuð til þess að þýða skjátexta á milli 6 tungumála. Svo var þetta prófað á þýðendum, þeir notuðu hugbúnaðinn til þess að aðstoða sig við þýðingar. Þetta sem ekki alls sjálfvirkt, heldur stóðtæki. Og að meðaltali jókst hraði þýðendana 35%. Þannig að þetta sýnir okkur að sjálfvirka þýðingavélar eru þegar orðnar afar gagnlegar í svona vinnslu. Þó það sé ekki kannski endilega gagnlegar einar og sér til þess að þýða skjöl eða texta frekar í svona einföldum samskiptum.
En það virðist samt sem að það er óhjákvæmilegt að starf þýðenda, sérstaklega þýðenda nytjatexta á eftir að breytast á næstu árum og verða kannski ganga meira út á að vinna eftirvinnslu texta, yfirferð, leiðréttingar, þess háttar. Já, síðan, við höfum minnst á talgreina líka. Þeir eru náttúrulega notaðir við sjálfvirka skjátextun í sumum löndum, það hafa líklega margir séð það, BBC hefur notað þetta, það er sjálfvirk skjátextun á YouTube líka upp á einhverju marki. En svo má líka blanda saman mörgum kerfum, talgreiningu, talgerðlum og spurningasvörunarkerfum til dæmis. Og þannig er þetta að setja upp sjálfvirk símaver eða chatbota. Dæmum svona, við höfum líklega öll þurft að hringja einhvern tímann í heilsugæsluna til að panta tíma hjá lækni. Þá þarf maður helst að byrja að hringja á slaginn 8 þegar opnar til þess að fá tíma þann daginn. Svo allir sé ekki uppbókaðir. Flestir sem vilja fara til læknis, þeir sem sagt vakna á morgnana, eru slappir, kannski þriðja daginn í röð og segja nú er kominn tími til að vera til læknis og vilja hringja strax, fá tíma. Þannig að fólki sem svarar í síman á heilsugæslunni, það er upptekið við þetta fyrstu kannski 2 klukkutímana morguninn. Svara fólki með nákvæmlega sömu fyrirspurnir. Það er að hringja til þess að panta tíma hjá einhverjum læknum og það er á tali kannski lengi framan af þannig að það tekur tíma að koma af stað. Svona er þetta í mörgum þjónustustofnunum og fyrirtækjum. Flesti sem hringja hafa svipuð erindi. Sjálfvirkt símaver má þá nota í þannig tilvikum til að sinna öllum algengustu erindunum. Þegar fólk hringir þá svarar tölva, spyr erindið. Ef það er þess eðlis að tölvan geti sinnt í, þá er viðskiptavinurinn spurður staðlagra spurninga og svo beðið um að staðfesta í lokin. Ef erindin eru flóknar, eru þau send áfram og einhver alvöru lifandi starfsmaður sinnir þeim. Og þetta hefur náttúrulega þann kost að fólk þarf ekki að bíða í símanum eftir að því sé svarað. Tölvan getur alltaf svarað strax og það er engin númer 18 í röðinni eða 23, það er bara, fær svar strax. Og öllum algengustu erindum er hægt að sinna allan sólarhringinn. Þú þarft ekki að bíða eftir að klukkan verði 8 morguninn, hringja þá. Viðskiptavinurinn fær þannig hraðar og betri þjónustu og fyrirtækið þarf ekki eins marga starfsmenn í símaverið, getur sparað peninga. Þannig að það er hægt að nýta þetta á margs konar hátt til að auka framleiðni og svo ótal önnur dæmi sem mætti nefna. En ég get eiginlega ekki hægt að tala um notendahugbúnað án þess að minnast á stóru tæknifyrirtækin. Google, Apple, Amazon, Microsoft, þeir eru öll á fullu við að þróa máltæknihugbúnað fyrir ótal tungumál og vandamálið, eða okkar vandamál hérna á Íslandi er það að íslenska er ekkert endilega með og sjaldnast, að vísu hjá Google upp á einhverju marki. Hvers vegna er ekki gott að segja, en hér hefur ekki verið unnið nú markvisst að því að lobbya fyrir íslensku hjá þessum stóru fyrirtækjum. Í máltækni áætluninni er gert ráð fyrir því að reyna að tækla þetta vandamál. Það verður sett á laggirnar miðstöð máltækni áætlunar. Eitt af hlutverkum hennar á að vera að reyna að koma á samstarfi við erlend fyrirtæki að nota íslensku í þeirra lausnum. Það er ekki endilega auðvelt verk að sannfæra þessi stóru fyrirtæki nokkuð skapaðan hlut, en ef við getum boðið þeim öll gögn sem þau þurfa, þá er líkurnar að minnstakosti ívið meiri. Og ef við lobbyum skipulega fyrir þessu, þá er líkurnar kannski ennþá meiri. Þessi hefur ekki verið sinnt markvisst hingað til, en nú verður að minnstakosti reynt. Þessi miðstöð máltækni áætlunar, hún á ekki að hafa þetta eina hlutverk, hún á að hafa nokkur hlutverk. Hér eru svona kannski þau helstu. Það þarf náttúrulega að forgangsraða innviðaverkefninu. Hvað á að vinna fyrst? Hver á að vinna það? Líklega einhvers konar útboðsferli, að minnsta kosti hluta til. Og svo þarf að fylgja verkefninum eftir. Svo er hugmyndin að setja á fót tímabundið tækniþróunarsjóð sem heitir mótframlög til tækniþróunarverkefna sem nota máltækni. Og þessi miðstöð mun líklega einhverjum hætti koma að því. En að minnsta kosti þannig að henni er ætlað að veita aðstoð og ráðgjöf við tækniþróunarverkefnin. Ef fólk er að velta því fyrir sér hvað er til, hvað getur gert, þá á það að geta fengið þá aðstoð þarna. Og auk þess á hann að sinna kynningu á áætluninni og afurðum hennar innanlands og utan. Miðstöðin er ekki enn starfandi, áætlunin er ekki farin á stað, en undirbúningur er komin vel á veg. Og það er sjálfseignarfélag sem heitir Almannarómur sem mun sinna þessu hlutverki. Og ef eitthvað ykkar hefur áhuga að nota máltækni í verkefnum hjá sér eða koma einhverjum hætta að þessu, þá er best að snúa sér til Almannaróms þegar
hann verður kominn á stað líklega bara á allra næstu mánuðum. Ég held að ég sé nú að verða búinn bara með minn tíma. Anna Björk tekur við hérna á eftir og hún heldur áfram að tala máltækni fyrir íslensku og ég held náttúrulega að tala meira það hvernig fólk og fyrirtæki geta nýtt sér máltækni en kannski bara hlustum á það. Ég þakka bara fyrir mig.